Eitt stórt klapp. Elon Musk sendir bíl út í geim á nokkrum mánuðum. Hvað þátturinn búinn að vera lengi mónó hérna hjá okkur? Ha, eitthvað bilað? Það ekkert bilað. Jú, eina sem bilað uppi í hausnum á mér. Virkar ekkert að uppi. Já, það skiptir engu máli. En það sem að skiptir virkilega máli að tímagestur þáttarins Jóhann Lind. So, a deer, a female deer, drink a drop of golden sun. Þáttur sem fylgir samtímanum. Þeir gera þetta í Ameríkunni. I just had to let you know you're mine. We're changed for nothing. Gráa svæðið lendir eftir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last Buddha and the amazing religion of Buddhism. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Og, heyrðist ekki, jú? Við skulum bara kynna hann inn. Því að í svípinnum kemur fram að það símagestur. Og hann heitir Jóhann Lind. Velkomin Jóhann. Æ, byrja hann á þessu. Það alltaf þessi, sami. Ég með slæmafréttir. Þið að detta út allan, það bara heyrist svona eitt orð sem ég verið að segja. En núna, það kannski ómikið álag á kerfunni en það bara. Heyrðu í okkur núna? Ég heyri aðeins betur, það samt svona að detta aðeins út hljóðið. Og leið og tónlistu fer, þá kemur núna. Hvað núna? Hæ. Hæ Jóhann. Núna heyri já, talið bara fullu. Já, við erum bara að tala. Það það sem að podcast, að geta podcasti. Það var aldrei að maður getur ekki beðið. Ekki mál. En við erum alltaf með. Þú út þegar spilið, ég heyrði nefnilega ekkert í þessum svíper. Nei, það kannski, ég var kannski að sprengja bara hjá þér. Þetta var náttúrulega, þú ert líka á sömu rás, þannig að það gæti verið ástæðan fyrir að hérna, þannig að allt sem að kemur út úr tölvun hjá mér, þú ert á líka. Þú bara heyra hann á eftir. Já. Hvað senda hann á eftir? Bara hlustar á þáttinn, Kalli. Hlusta á þáttinn? Já, hættu þessu podcasti! Herru, býrum við, ég heima. Já, góð punktur. Aha. En við erum hérna, aftur, kominir, strákvennir, eftir 2 vikur. Já. Þetta búið að vera langu tími, en djöfull var ég að skýta með þetta ammælislag sem við ætlum að spila þetta eftir. Já, þú? Já, ég fór aftur í cringe rappið óvart. Var það? Já. Veistu, ég datt í það líka. Svona á köflum. Já. Samtið þú ammælislag, Jóhann? Ég með eitt gott lag. Ok. Ég hérna, já, sem sagt, þetta ammælis challenge er það flóknara sem að ég tekið. Já, það er ekki ástæðan fyrir því að það er bara til eitt lélegt ammælislag. Fyrir utan future Já, fyrir utan future Það er mjög gott, sko. Þannig við erum sem sagt að tala fyrir þá sem er að hlusta þáttinn í fyrsta skipti er að challenge þessa þáttar er að búa til ammælislag sem sökkar ekki. Já. Það þarf að vera catchy. Allir þurfa að geta gert það og það þarf að skipta nöfn og nöfnin þurfa að passa inn í. Vitið hvað ég gerði samt? Hvað? Ég svindlaði smá. Nú? En það, af því að þið settu engar reglur. Við töluðum bara það, en það voru ekki settar reglur. Nei. Þannig að ég samdi bara ammælislag. Eina sem þarf að breyta er hann eða hún. Eða drengur, strákur eða stelpa. Þannig að það er ekki nafni. Nei. Þú getur ekki verið Sigþrúður í þessu. Ég bæði með nafnið og þetta ára. Ok, það er áhrifaríkt. Það er mjög gott. Takk. Jóhann, hvernig myndir þú tækla að semja ammælislag på nýtt? Í fyrsta lagi er ekkert hægt að tækla lagið. En það eru engar reglur. Er þetta bara aðmikið? Ég held að það verða að fylla inn nafn á einhverjum mannesku í lagið, það ekki? Það er alveg rétt, sko. Þú verður að geta sagt til hamingju ammælið Bob og til hamingju ammælið Konstantinópol, þú veist. Það er ekki málið. Jú. Þannig að ég var með alveg Hanna frábært, sko. Já, ertu með það? Nafnið ekki. Já, sko, nafnið kemur hjá mér hef ég nafnið fyrst og svo er það komið.
Ok, þannig að það er það er auðvitað Ok En við ætlum að tala líka hérna söngvakeppnina sem núna í gangi á Eurovision Ég vissi ekki Undankeppni Íslands fyrir Eurovision Vissi ekki eins og þetta væri Eurovision keppni sko Ég vil eiginlega koma svolítið vel inn á þetta því að Ég vissi ekki að þetta væri einu sinni bara söngur Ég klift út nokkra hljóðbúta til að leiða ykkur að hlusta á nokkur lög sem að komast áfram Við getum byrjað með Hér með þér Já, ef að fara fyrst í Eurovision og svo taka afmælis Heyrðu, ég held að þetta frekar tökum afmælissöngin þá var það bara búið, byrjum á því af því að ég er ekkit svo mikill afmælisstrákur sko þó við vorum í afmæli helgina sem var þetta mjög gaman sko Þú varst glæsilegur flottu búningur þurfum að ég hendi hérna mynd með vídeónu Það er alltaf mynd af okkur öllum þreymur Já Þannig að þið getið Er mynd af ykkur núna? Ekki akkurat núna, ég hendi þið bara inn eftir á í post að því við erum ekki live Í postinu? Já Og þá verður það fjall mynd af þig þá Get ready for 1 hour of some sick ass humor Það var eitt sem að hérna, ég var að horfa á þetta í gær og hérna var eitt helviti gott Hann púlaði þetta Já Þetta var síðasta helgi Já, þetta var sérst þar síðustu helgi 11. febrúar Hefur ekki Hann púlaði þetta actually þegar hann var hérna tekið viðtalið hann Hvar? Þetta er uppáhaldsetningin okkar Ok, hann, hérna, hver er sagan náttúr Hann hét hvað heitir hann náttúr? Skiptir ekki máli, hann var einhver þegar var þetta Eurovision eða Nei, þetta var bandið hans Bubba Bandið hans Bubba, já Jú, ég hef séð þetta á YouTube Já, þetta er maðurinn sem gæti ekki talað Þetta er Villi Villi heitir hann Og við púlaði hann þetta aftur Ekki samingu Þessi að hann var að stela þessu catchphrase Villi báðilega vefða Þannig að ég hló smá þegar ég heyrði þetta Heyrið þú þetta, Jóhann? Hann getur greinilega ekki talað því ég heyri ekki neitt En heyrið þú þetta? Þýstur Þetta með þér, sko, þetta var með mér bara uppáhalds fólksbræðarsketsum Já Heyrðu, ég er með 2 lög Ok, byrjum með einu Jóhann, ég veit ekki hvort þú minnir heyra þetta en ég vona það besta Þú verður kannski bara að hafa þögna með hann En Ég er bara í hvernig lagið verð Ég ætla að byrja á technolæginu sem ég gerði Bara í one take Ég kveikti bara mæknum og Ok, þetta er hræðilegt En þetta er lag framtíðarinnar Svona 2050 eitthvað Sérst, ammælisöngurinn 2050 eitthvað? Já Ok Þú ert ammæli, þú ert ammæli, þú ert ammæli, þú ert ammæli, þú ert ammæli En eitt helvítis ammæli Þú átt ammæli, þú ert ammæli, þú átt ammæli, þú ert ammæli, ammæli, þú ert ammæli, ammæli, ammæli Þú átt ammæli, þú ert 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 ammæli, þú Ég get ekki með Má ég slaka á þessu? Nei Sorry Tjöfus vitleysa maður Ég er svolítið gaman að hugsa hvers konar framtíð þetta er Erum við að tala svona hvernig, já, hérna svona leður og málmur? Já, þetta er svona leður og málmur dæmi Þetta er svona post-apocalyptic Já, þetta er þannig sko Ég var einmitt með hérna Mad Max í Já, þetta getur verið svona ammælisöngur í Mad Max What a day, what a lovely day Heyrðu hérna heyrðu þetta Jóhann? Ég heyrði bara þetta hérna Nei, ég heyrði ekki neitt Ok Við þurfum að finna út úr þessu Við erum að þróa tæknina hérna Herðu, það er náttúrulega bara hægt að hafa síma við annan síma, ekki? Einhver að hringja í Messenger og þá hefði ég henni við eyrað mér
í öðrum headphone. Já, ég get prófað það. Ég held að ég ætlar að setja síman inn í heyrnartólið. Ég er náttúrulega næstur, þannig að heyra vel í mér. Já, heyrðu, við þurfum að, ég held að þú eftir að heyra hérna allt sem að sammiðspila. Hann heyra náttúrulega í mér, og þeir eru geta hérna. Já, ákveð settur ekki bara alltaf á það sem sammið er. Heyrðu, ég ætla að senda saman bara lagið á meðan. Heyrðu, þetta er ekki hugmynd á hann, það fucking phone! Hún svo reiður maður. Ég veit það. En hljómaði lagið nokkuð svona. Já, er það bara online? En ég hins vegar alltaf aðra leiðin Bjarni. Ég ætla að syngja þetta bara hérna. Ok, aftur. Annars myndi ég bara fara að mixa þetta í draslu eitthvað og þá af því að það allir geta sungið þetta. Ok. Og það er engar rattanir eða eitthvað þengum við tjiki. Ok. Heyrðu, það verður gaman að heyra það. Þannig að þá fer hjartað Milan. Já, nú byrjar, þetta er stressandi sko. Að þurfa að púla eitthvað Nei, ég meina, ef það ekki klúður sér, þá klúður sér bara. Ok. Það er bara auðmikið þú saman damali. En fyrir ekki, þá auðmikið Herbert. Heitir hann Herbert? Herbert. Nice. Eitthvað, nú skemmtilegt nafni í þetta, sko. Á ég að taka mitt af það núna? Fyrir já, þá ert þú bara, þá stígur þú að svið. Jóhann, erstu tilbúin með gaggrina? Þú voru að gaggrina, Jóhann. Bettari akka! Bettari akka. Ok, Þeir ekki að byrja það lagið mitt? Þeir ekki, ok. Alright. Ok, Sami, gjör svo vel. Það brjóði þetta. Það er smá svona uppbygging, sko. Þú ert árinu, eldri í dag, og því syngjum við þetta lag, svo að allir viti það ert þú sem átt afmæli í dag. Hann Herbert er 13 ára og þarf að sýna gráa hárunum hvort Kára. Hann er skilið eitt faðmlag og ég á því að hann á afmæli í dag. Svo að morgun er öllum sama, svo ekki vera með neitt, svo ekki drama, svo ekki við það klúður ég. Það ætti bara að koma inn á milli, hlusta bara þetta lag því að þú ert bara ámæli í dag. Ok. Þannig að ég get sendið alla texta og við getum sungið saman. Við getum prófað að syngja þetta saman. Allir með Facebook-gópið? Já, við erum með Facebook-gópið. Leifum svo bara að ganga hérna með hann. Já. Afmæli. Ok. Þú ert að fagna því og ert búin að lifa í 1 ár. Já. Yey. Vá. Mér veist að þetta er bara að halda upp á afmæli á 10 ára fresti. Það finnst mér. Ok, hérna eru komið textan. Var það að prófa það? Það var bara fyrir nýtt. Býtum við, hvað er textinn? Hann er á gráðsvæði spjallinu á Facebookinu. Hann ekki verið það. Ok. Við, ekki strax. Og þú ert árinu eldri í dag og því syngjum við þetta lag svo að allir viti það að þú sem ert afmæli í dag Herbert, 13 ára þá er að syngja á hárunum. Hárun var Kára. In the ghetto now! Yeah, what the Ég verði að segja þetta er ekkert sérlega grípandi. Siberia, the place to be! En þetta er ekki eins og við heldum, sko. Þetta er bara með því erfiðara sem að ég hef gert. Já, er hann sem ég afmælislega? Já, þetta er bara... Já, þetta, sko, hitt er alveg... Held ég, sko, að restina sem eru hjólunum er miklu auðvitað heldur en þetta, sko. Þetta var það sem er á valhjólunum okkar. Já. Já, þú veist, ég kveið þessu alltaf, sko. Buddhisma bæn, það er ekki neitt mál, sko. Nei. En að búa til lag sem á að, sko, koma í staðin fyrir lagið sem allir kunna. Ennsku og íslensku samanlag alltaf undir. Já, það er erfitt. Þetta er, en sko, góða tilraunir, sko, framtíð. Þetta er ekki búið, það er eitt lag eftir. Eitt lag eftir, ok. Og þú ert komið með linkinn á það. Þannig að þú getur spilað í gegnum Rattana Jóhann Eyri. Heyrðir þú þetta alveg, Jóhann? Þetta heyri ég nefnilega fullkomlega, Bjarni Bjarnason! Og eru það tilbúinir? Þá erum við bara tilbúinir. Ok, þá er það lagið hans Bjarna. Og ef ég á að útskýra, þá er það sérst bara, það eiga allir að geta sungið með. Já. Og það eru allavega 3 í þessu afmæli sem er að syngja fyrir einhvern dreng.
Þannig við erum sérst að tala síðustu tilraun Gráa svæðisins til þess að bjarga afmælissöngum. Ok. Veitu, átti ég ekki að gera það? Jú, Jóhann Lind næst síðasta tilraun. Herru, það kom að Jóhann Lind. Ertu með þetta á upptöku? Átti ég að gera það fyrst það? Vil þú gera það fyrst að... Nei, ef við ekki taka Bjarna og svo endur við á Jóhanni. Jú, endum á Jóhann Lind. Er hann að spila sjálfur eða fá við? Ertu með þetta á... Ertu að syngja bara live eða? Ertu með þetta á upptöku? Hæ? Hvað segir? Ertu með þetta á upptöku? Nei, ég með þetta sem sé á upptöku í tónunum og ég ætla að syngja þetta live. Ok. Herru, þá hendur bara í mitt afmælislag. Næst síðustu tilraun Gráa svæðisins til þess að bjarga. Já, næst síðasta tilraun til þess að bjarga afmælissöngnum. Gjörðu svo vel. Já, hann á afmæli í dag. Einu árinu eldri, ekkert fær hann nú stoppað, hann á afmæli í dag. Kökur og blís, alls konar kerti og glís, hann á afmæli í dag. Hann árinu eldri og aldrei hann deyr nema þegar hann deyr. Vonandi ekki á þessu ári. Afmælissöngur afmælisdreng sem á afmæli í dag. Það skiptir engu máli hversu gamall hann en hann á afmæli í dag. Kaffi og pakkar í afmælisbarninu hlakkar. Hann bað bara pening á bankabók. Þannig að ég sneitti fram hjá öllum tölum og nöfnum. Þetta var samt miklu meira catchy heldur en hinlaugin sko. Þetta var ég heit ekki bara fá textum að syngja Catchy en þú breyft reglunar 0 stig. Takk. Getum við tekið þetta lag í næsta afmæli? Já, sko vesnið samt engan síður að ég mun ekki muna þetta. Nei, við fáum texta. Já, hendum texta í... Hversu lengi varst að læra hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag? Í fyrstu tilraun. Ég man mjög vel eftir það málega að afmælisöngurinn aldrei svona mörg erindi. Já, þú meinar? Já. Þetta er eiginlega bara... Hann vil repeata eins og tvisvar. Já, þetta er alveg þrisvar. Já. Ég reyna að tala um þetta. Hvað afmælislega varst að tala um? Hæ? Hvað afmælislega varst að tala um? Í Futurama? Nei, ekki Futurama. Þetta var í, skal ég segja hérna, Sögur og Andabæ. Hvað var það áttur? Þeir fara, manstu þeir voru á tímaflakkinu. Já, ég man rosalega... Ég man það þegar ég sé það. Þeir fóru á tímaflakki og pikkuðu upp hann hvað hétt hann sem sagði alltaf Joakim! Loftur? Nei, Loftur var ekki hann. Ég er að tala um frá frumbyggja tímanum. Litla andarunga. Já. Hvað hétt? Anskotin. Góð saga, Jóhann. Þeir voru alltaf á tímaflakki og það var hann þegar þeir hittu stjóran ekki og hann var hann að syngja sinn eigin afmælissöng og ég man alltaf eftir þessum afmælissöng. Já, afmæli, já, ó já, 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 afmæli, já, ó já, ó já. Þetta er gott. Þetta er eini afmælissöng sem ég man eftir fyrir þetta hinn. Þarna er líka pínu sneitti í hann er að syngja sjálfan sig þessi. Hann er bara að syngja sjálfan sig. Já, afmæli, já, ó já, ó já. Það virkar. Já, þetta er sko. Það virkar bara mjög vel sko. Herru Jóhann. Það er alveg að skipta þessu yfir í hann og afmæli, ó já, ó já. Já. Ó já. Bjarni afmæli, já, ó já, ó já. Það er gert það, já. Hún á afmæli. Já. En sko það verða kannski þú komið nafn eitthvað. Bjarni afmæli, já, já. Edmund Dantes og afmæli í dag, ó já. Herru Jóhann, hvað þú með þitt afmælislag og svo segjum við bless við þennan dagskrálið eilifu. Var einhver regla yfir því að þetta átti að vera íslensku? Nei. Þetta sé ekki á japansku. Þetta er alveg... Nei. Ég ætti ekki að fremja hérna sjálfsmór eftir þessu söngin. Þú gerði það hér? Heyrðu það eru fokkin depressið þessu fokkin ég bara að drepa sjálfsmór. Þetta er Jóhann að syngja karaoke. Já, hann heyrir ekki í þín. Hann þarf ekkert að heyra í mér. Upptökunum þínum. Þetta er ekki þáttu fyrir hann.
Ég er ekki að gera hana þátt fyrir hann. Ég held í smótið að þið bara þögðu og bara þetta var lélegt. Þetta er svo slæmt að ég heyri ekki nei. Já, það er afmælis söngur frá Jóhanni. Já, þetta er sem sé á ensku og ég held þetta sé catchy. Þetta er mjög stutt og einfalt. En skulum sjá, já, þið þurfa, hvaða nafn á ég nota? Ég sagði hvaða nafn sem er hægt. Notaðu... Kemur í fyrst. Herbert. Notaðu Herbert. Að þeir butcherum hérna Samsungin í lagina sama. Herbert. Og Herbert. Já, það er bara mjög fínt. Það er ágjörðu. Ok. Það er sem sé, hérna er mitt framlag fyrir nýjan afmælisöng. Herbert, it's your birthday, but no one cares. You're alone now, trying to celebrate. Nobody loves you on your birthday. Kill yourself, Herbert. Var þetta ekki Hulk Walking Away þýmið? Wow. Ég veist það ekki, ég bara googlaði Sad Violin. Já, þetta er Sad Violin. Þetta var öðruvísi, já. Ég held að enginn hafi farið í þess á. Já. Ég greiði þetta var 913 ára enginn elskar hann. Þetta er lagið sem fekk þegar 13 og svo lagið sem fekk þegar 43 eða Vesalingur. Hann klúðraði afmælisleginu sínu 13 ára, hann bara hatt hann allir. Þetta var gott. Já, heyrðu, takk fyrir þetta. Eigum við þá að leifa að gera snú á hjólunu? Heyrðu, nú ætlum við að snúum hjólunu og svo förum við í söng. Hinn, eigum við að segja skemmtilegu lögin eða eigum við að segja lögin? Segjum bara lögin. Já. Það var það myndavél. Já, það var að snúa. Notaðu bara þessa hérna. Þegar það snýr. Talið saman, ég þarf að edita hjólið. Sko, að því við erum að... Er við að fara að spinna hjóli hérna? Það er að fara að spinna hjólunum. Til þess að fá að vita hvað... Hæ? Ég veit ekki hvað hann er að segja. Herðu, fyrst að við erum í Jón á línunni. Jóhann á línunni. Jóhann á línunni. Jóhann. Hvaða tegund af lægi og hvaða tegund af lægi hefur að setja á hjóli í staðinn? Já. Það er alltaf að vera... Já, í staðinn fyrir afmælisöngin. Já, sem sé það, núna dettur afmælisöngin úr og þá kemur nýtt. Eitthvað nýtt challenge. Nýtt lagi. Já. Hvað hafið þið ekki ennþá gert? Þú ert að vita það. Það sem við erum með á hjólinn eins og það er 8-bit lag, við erum með drikkjulag og 80s synth. Það er það sem er á hjólinn eins og Já, þetta er rauninni okkur vantar sér stíl, tónlistar stíl. Já. Ég kom með að það er svona Byzantine, Byzantine svona choir. Við vorum með Byzantine. Já, þetta er sko... Já, það er ein djúb rödd allan tíman. Það er vond, sko. Já, þetta er svona orthodox, svona Christianity dæmi. Akkurat, orthodox Christianity choir. Þetta er sérst ekki kathólskt, heldur er þetta svona kristilegt orthodox, rússneska rétttrúnaða kirkjan tónlist. Já, grísk tónlist. Já, grísk, já. Þannig að... Við myndum finna þið þar. Ok. Áskrifum bara orthodox inn í hjólið. Ok, og það getur þá... Já, bara orthodox choir. Einhverja reglur, Já, og hvað, sko, þetta er stíllinn Jóhann, en hvað þurfa þeir að syngja um? Já. Hvað þurfa að syngja um? Og það á þá við allt sem að kemur upp á hjólinu. Sérstætt, ekki bara fyrir orthodoxi. Já, það er bara, hvað eru að syngja? Já, svo hvað eru að fara að syngja um núna? Eru þeir ástfangnir að melónu? Er þetta
eru þeir að fara út í búð og heitirðu Herbert og hataðu allir? Já, það þarf að vera eitthvað svona einhver saga, eitthvað svona sem þið syngjum en í þessum stíl samt. Ég vil að það sé muni gerir hana það sem ég ger alltaf á Rás 1 er að farið við hérna hvert einasta stað á landinu og gefa upp hérna hitasti og hérna veðurfréttir, já það er ekki bara venjulega veðurfréttir heldur, þú veist, það sem þeir gera á Rás 1 það sem þeir bara nefna alla staði á landinu Garðskagaviti ok, það er góð hugmynd þá er það vegur, hiti 4 þá er hjólinu snúið Við erum að snúa Bjarni verður að segja mig þegar það stoppar það er stopp á Hvað er það að stoppa á? 80s synth 80s synth veðurfréttir er það sem kemur oh boy ok 80s synth veðurfréttalag 80s synth veðurfréttalag já þá göngum við það Ég fíla þetta ha? Ég fíla þetta mjög mikið ok, þetta getur verið spennandi tökum það fyrir næst já alright, hlusta á þetta Hvað segir þú, Hrafnhildur? Það gekk allt saman upp í atriðinu. Já, gekk allt saman upp og við einhvern veginn bara Hvað segir Þetta er ekki hræðilegt Hvað var þetta? Þetta var viðtal við konu í hérna söngvakeppninni Var þetta í alvörinu viðtal? Var þetta ekki eitthvað klift saman? Nei, hlustaðu Hvað segir þú, Hrafnhildur? Það gekk allt saman upp í atriðinu. Já, gekk allt saman upp og við einhvern veginn bara Í alvörinu? Er þú, sko, Bjarni, þetta er ennáttur synd og skam því að Jóhann heyrir þig ekki. Ég veit það. Jóhann fyrir ekki að þig. Ég sagði bara, nei. En fyrst við erum að fara eitthvað klippur, þá verði ég að henda á veðurfréttamannin. Ok. Þetta var veðurfréttamaður á RÚV sem að, ég veit ekki hvað svo vel það heyrist hérna. En hann var að segja frá, eða bara hlustið. Já. Ég heyri þetta. En við skulum fá hér sjá hvernig hitinn í þessu. Þetta er eiginlega bara svona mjór göndull af miklu lofti sem að týðist til norðurs og fer síðan austur Af hverju nota hann þetta orð? Þetta var bara svona mjór göndull sem var að færast yfir landi. Þetta er eins og ok, ég meina, hey við setjum bara en link í description á þættinu og það getur bara litið á þetta. Ok, bara velvalið orði, ég meina lýsir þessu vel. Ætli veðurfréttamenn, sko, allir þetta sé húmor, eru búin að undirbúa þetta kannski í viku, eitthvað svona Ef það kemur eitthvað tippi þá ef það kemur tippi, ok, má ekki segja tippi, ég ætla að segja göndull. Lendir hann ekki, þú veist, í Bandaríkjunum myndi að lendi í vesinni fyrir þetta, sko. Já. En hérna er þetta allir lagi. Þetta er bara að fyndi hérna á Íslandi. En þá erum við af því að það sagði göndull, þá datt ég ná fréttina daginn. Skurðlæknar varaði tippa hvítunaræði. Ha? Hvað segirðu? Skurðlæknar varaði tippa hvítunaræði. Ok. Er það þegar þú ert að hangsa á mikið með hvítumönnum? Nei, þegar menn eru að hvíta á sér tippið. Eða fyrir ekki, hvíta á sér tippið. Já, það hljómar eins og að hangsa með hvítumönnum. Þetta er eins og like bleaching your asshole. Manstu hvernig við, já, bleaching. Nei, það er bara, þá ferði í aðgerð og það verður að breyta húlutum á tippinu þínu. Það verður að lýsa hann upp. Vá, það er kjánalegt. Why? En racist. Já, þetta er bara mjög racist. Þú hefur að flytja þetta með hérna, mæstu hvernig byrjuðu síðasta þátt og Geiri var í sjokki. Þetta var hann í frétt. Tippa hvítunaræði, tegur við yfir svo Hvað er þetta að segja hérna? Og göndull í sjónvarpinu. Já, við erum farnir í sko, á okkar einn stíl, en við erum samt farin að tala um þeirra efni. Helvítis. Er þetta þá svona, þau voru hvítur svona á tippinu, er það þá svona svipað og bara, og þegar þú fyrir setja svona meikins og þú ert trúður? Þú verð bara, ef að skinnið er dögt á tippinu þínu, ef að skinnið er dögt á tippinu að vera punktumaður og lýsaðu upp hafa í sama stíl og líka maður. Nei, þú ert alltaf búin að setja tuðsnef þarna fremst á þetta, er það ekki? Já. Þetta finnst mér tilgangslust. Þetta er alveg Og lita hárin rauð og krullóftan vín. Þetta er ginger tippi. Þetta er alveg Ég skil ekkert, ég skil ekki neitt. Við verum yfir í skemmtilegu söngvakeppni. Já, við skulum taka Þetta hljómar eins og að sé að við búið til trúðatippi. Já. Eða eins og vinur minn Adam Sandler myndi segja
Heyrðu, það alveg ótrúlegt svona áður við dettum inn í það hérna tækni örðuleikarnir í beinni útsendingu á RÚV þetta að telja það bara á sko þannig að það var í gær alveg, já fyrsta lagið þannig að Gold Digger lagið þegar það vant að breyta mikrofónu í gang alla bakgræðinnar já, það var allavega gaurinn sem átti að koma fram og taka smá svona rap já, svo voru hún hérna hún ragga hérna þegar hún var að kynna þetta er fyrir viku, þetta er ekki núna síðast þá var hún Ragnhildur hérna Ragnhildur Steinun já, ég var að fylgjast með þessu og svona það var eitthvað óhljóð í einhverju mæk eitthvað svona skrjá og skröld og eitthvað þú kannast við það? Nei, jú, það var svona eitthvað ok var eitthvað neginn svona þá var hún með eyrnalokk sem að hérna var það að banka utan í mækin og það fór svo í tauðan á mér en svo hérna eftir hlið þá vorum búin að taka hann úr þannig að þau föttu þetta já hvað er eiginlega unprofessional já unprofessional þannig að já og klúðrið náttúrulega núna í Gold Digger laginu já fyrstum förum við þetta þá var ég með hljóðbrot af 4 lögum ok ég ætla að byrja á hérna sem 8 gerði sett hér með þér ok og bara stutt hljóðbrot ok þá veistu vel að ég hér með þér og sama hvernig fer það þú ég hér með þér og sama hvernig fer það þú það svo margt sem ég kann þér að segja aldrei áður lífið þig svo nú sko, mér finnst hún hundleiðileg sönguna sko mér finnst hún hundleiðileg mér taktum til að hann fýtt sko þetta er 8 góði minn þetta er eitthvað sem unga fólk er að hlusta á ég veit ekki en sér næsta lag það er hérna Heim sem að Ari Ólafsson er að flytja já, mér fannst þetta sko mjög ég spilaði þetta lag fyrir Geir á leiðinni heim eftir einn dag og ég geti því hann slökkti útvarpinu ég sé það fyrir mér ég myndi gera það líka það er svona sviparlánt ég tók bara partið sem að buggaði mig mest við lagið hérna Guð minn góður Var Pétur Jesú í þessu bandi eða var Einar hérna Þór gítarleikari með þessum? Þetta er Ari, þetta er hérna höfundur Sett Lexins alls ekkert á móti bakgröndum eða Einar eða neitt sko en þetta var ekki gott ég er á móti öllu saman alveg öllu saman sko ef ég vissi að RÚV vildi fá þetta í svona þá hefði ég gladur hjálpað þeim fyrir bara mun ódýra verð það er bara ekki neitt næsta söngurkefni bara Jóhann Lind Ríksteð upp á sviði í gegnum síma frá Japan ef þetta er þess að vildi ef þið vildi setja manna skýta á sjónvarpið þá hefði ég bara gladur komið og bara skitið fyrir fram á sjónvarpið þetta er ekki gott nei þetta er alveg ég er alveg saman þetta er bara skítur Jóhann en við erum líka rosalega grói svæði já, nákvæmlega við erum á mjög gráu svæði þegar við erum að semja tónlist líka skilur og það er ekkert miklu betur en þetta það er ekkert alls ekki við erum bara að leika okkur já, en við erum ekki ætlast til þess að fara og hérna spila þetta verið framan alla Evrópu Íslands framan Evrópu, guðminn almar en þá kemur okkur til það að næsta lag er svona að mér finnst persónulega skemmtilegsta lagið en mér finnst það ekki samt Eurovision lag nei, alls ekki þetta er svona comic relief sem að er að set, og hljómsveit heitir Heimilistónar og það er þetta hérna að allt sé pússað því aðeins er korter í stelpurnar set á borði tertuna er búin að stífa dúkana gifti þrenns konar líkjöra en náði ekki að marinera öndina mig vantar kúst og bæjó það er eina, það er viðlagið sem er svo fárlega catchy þetta er svolítið catchy Oipa
bara. Þetta er ekki, þú veist, catchy er ekki að segja þetta sé gott lag, en þetta er komikri lífið í, þetta er aldrei að fara. Rauð jól, rauð jól. Þú byrjar allt í hennu bara randomlega að syngja þetta og hættir ekki að syngja þetta. Já, rauð jól var gegn. Þetta er svona viðbjörn. Sko, ég er ekki að segja þetta sé gott. Hrönn, hvað heitir hún? Þetta hann að leikkonunnar. Þetta er hann í Perlur Svín. Já, Ólafía. Ég var að frétta frá mömmu, hún var hann á leiksýningunni Elli í Borgarleikhúsinu og við skildi að Kitty frændi var hann að standa með hliðan á henni. Nei, hvað og skildi hann hefði bara sagt strax þegar hann sá hann og bara "Þetta ekki hvað svo hann, ég pönnur og plastuð, hvað hétt lagið þetta?" Perlur Svín? Nei, hann veit ekki hvað það hétt, hann bjó bara eitthvað nafnar á staðnum. Já, gekk allt saman upp og við einhvern veginn bara Er þetta ekki hérna pönnur og vastur, hvað það hétt það? En þá var það síðast lagið sem er að spila ykkur. Hérna, Kusto Fæjó, það sem ég fannst svo sniðut við þetta er hérna, að því að ég fór að hugsa að því að Kusto Fæjó, Mömmu og hérna Saumó og allt þetta og Læknó, hver voru ekki Læknó? Þannig að, nei, þú veist, ég myndi aldrei, þú veist, ég eigði ekki pening í þessa keppni, ég sendi ekki skilaboð til þess að kjósa, þetta er bara rosalega hlutlaust eitthvað hjá mér, en bara af hverju, er það bara þessi til þess að komast í sjónvarpið, þau eru hvað sem er á sviði allan tíman, er þetta bara athyglisíki eða eru þau að vonast til þess að fara til Portugal? Það sem mér þykir eiginlega leiðilegast við þetta allt saman er að þetta er atvinnufólk og þetta var það besta sem það gæti gert. Það er enda mjög góð punktur. En það er svo rosalega fyndið sko, minna að vera fyrra, já, það var í fyrra og þegar það var Eurovision og það er helmingur á búin, það kom smá hlýja og þá kom Justin Timberlake eða eitthvað, eða hvort það var fyrir stigatölun já og hann rústaði þessu, sjóið hans var mikið flottar en öll lögin lægið hans var miklu betra, productionið miklu betra. Ég er ekki að segja að það lag sé gott, ég er bara að segja miða við, mér finnst þessi keppni bara svo mikið prömp. Hérna, strákar. Já. En ef við ekki aðeins að líta svolítið á bara stærri myndina, bara yfir höfuð. Þetta er svolítið stærra subject. Getið ykkur ímyndið ykkur ef að 300.000 manna bær út í Bretlandi þyrfti að koma með sjónvarsátt á hverju ári og sjá til þess að eingöngu fólk úr því bæjarfélagi myndi sem sé gefa út lög fyrir einhverja vissa sjónvarskeppni. Það kemur viss punktur sem er svona you might not have the amount anymore. Já sko, ég hugsaði þennan punkt líka, þess að hugsaði hversu mörg góð íslensk lög kom út á hverju ári. Var ekki að taka bara eitt af því og senda það út? Já, af hverju þarf þess að keppni? Er þetta rétt sem þú ert að segja? Já, það er náttúrulega kostningar og eitthvað, en af hverju... Þú ert að segja þetta sé ógeðslega mörg lög. Er þetta í alveg... Það eru mörg góð íslensk lög sem kom út á ári. Veistu, ég bara efast um það. Já, þú náttúrulega bara út í Japan. Hvað koma mjög góð lög út í Japan? Ef ég er að reyna að hlusta á það útvarpið, það er bara... Ég veit ekki hvað þið eru í spilun. Hætt að hlusta út Spotify. Nei, ég er samt alveg, sko, hver hefur sinn smekk, en íslensk tónlist er ekki minn smekk. Ég er alltaf með smekk þegar ég er að borða því ég er svo ógeðslega mikið barð. En já, svo ég er búin að vera að hlusta. Ég er búin að vera, sko, ég er náttúrulega aldrei verið mikið fyrir tónlist og aldrei íslenska tónlist. Bara, ég er alveg upp í sko, íslenska 90s tónlistiru sem er bara svona, hún er svona frekar nauðgunarleg. Já. Hún er bara alveg óbæðast. Já, hún er, þeir eru bara svona mikið. Bara me too. Já, er það ekki? Íslensk tónlist. Vitið þið hverjum þetta er að kenna samt? Ég klæddi mig sem þetta í afmælisveislunni. Millennials. Þetta er millennials að kenna. Eru þeim að kenna? Þeir voru ekki á 90s dæminu að búa til lélegu tónlist. Sko, þetta er að fara versnandi, skilur við. Þú hlustar hann á áttuna. Nei, nei. 90s tónlistin var slæm. Hérna í borgar, hérna á Íslandi? Já, mjög slæmt. En tónlist og eitthvað. Ok, já, kannski. En þetta, ég hlusta þess að það eitthvað. Já, þetta verður alltaf verið slæmt. Alltaf. Ok. Hans point of view, honum finnst þetta. Honum finnst, já. Mér finnst það alltaf verið slæmt. En bara það sem mér þykir eiginlega, mitt point er eiginlega að sko núna höfum við all tækinn til þess að gera þetta betra. Sjáðu, það er hægt að semja tónlist bara í tölvunni og gera allt svona bara inn í herbyggi. Já, og fullt af fólki hefur áhuga á þessu en samt kemur ekkert
neitt á óvart lengur. Nei, enda erum við ennþá að bíða eftir textanum frá þér svo við getum sett okkar eigin Eurovision-lagin. Já, við erum búin að semja lag, það sem er gítarinn og textan. Við, já, næsta tónlistaáskorun er að taka þátt og vinna heldur Eurovision. Ég vil hann að fara yfir næsta lag. Við erum ekki að líta á okkur sem einhverja, þú veist, snillinga eða. Nei, en Takk þetta tilbaka. Takk þetta tilbaka. Ef þetta er að besta sem atvinnufólki getur gert, þá er komin tími á amatöruna. Og við erum, ok, og þeir eru að segja fleiri mánuðum í hvert lag, sko. Sorry, hvað segir þið? Nú ætlum ég að setja næsta lag í gang, sama hvað er, svo við getum bara hægt að tala um Eurovision. Ok. En þetta er lagið Gold Digger og ég ætla að tala hans meira um það þegar ég er búin að spila hann út fyrir ykkur. Þegar á meðan þið út cringeið við því. Já. Gjör það svo vel. Þetta er Snoop Dogg. Fastur í vefnum til að gera okkur eins og þú vil. Ég vil til lifa þess draum en get samt aftur og aftur og aftur að byggja eftir far. Heldur mér í gangi í dag. Bruno Mars. Býtu. Og þú ert algjör frí og þú ert. Og sett henni byrjun á laginu. Já, ok. Já, þetta er byrjun á laginu, býtu. Láð mér að klára það. Þeir kalla, þeir glæpa mann, segja þú muni klára. Og mér fannst það svaklega líkt þessu hérna lagi. Já. Býtu. Kemur gítarinn inn. Fá ekki copyright á þetta. Nei, við tölum inn yfir þetta. Er þetta ekki Bruno Mars eða? Þetta er Bruno Mars. Já. Ok. Svo benti Delia með líka það að þetta er bæði stillin í hvernig lagið settu upp og líka partur af laginu er mjög svipaður og Eurovision-lagið 2015 frá Ísrael sem heitir Golden Boy. Ok. Hvað er það? Nei, já, Golden Boy, það heitir ég. Gold Digger. Golden Boy og Gold Digger. Það er svipaður, nefnum alltaf dansmúið þar sko þetta hérna. Það var miklu flottar enn dansmúið sem þeir gerði þarna sko en ég man ekki hvað lag. Akkur er alltaf neitt silver, þetta er alltaf gold. Gold finger, gold eye, golden digger. Akkur er ekki eitthvað svona silver. En svo ég leiði okkur að, á með að tala og fletta því upp. Hvað með gold digger? Maður sem að fer á fótboltavelli og grefur upp hérna í kringum marki. Þetta er allt mjög skiljanlegt. Allir að skamma sig. Hérna er sett gold digger. Hei Bjarni. Það var það byrjar svona en það er ekki fyrir að kemur inn í lagið. Við erum líklegast að fá þá. En það tölum við yfir þetta. Það tölum við, sko að eins dansmús og í því öllu. Palestínu frend. Jóhann er að fíla þetta. Já. Sérstaklega hann sé sko, ég ætla að senda honum þetta lag og horfa á dansinn eftir 40 sekundur. Sko, mér finnst þetta allt mjög lélegt. Og ég held að þetta maður hætti að tala um þetta að því að hann svo mikið copyright og allir drullegur en okkur er allir drullegur. Mér er skýt sama. Við erum að drulla yfir íslenskt tónlistafólk. Nei, ég ætla líka að drulla yfir bara allt saman. Bara, ok. Það er svona, það gerir því svona, við erum svolítið, já, erum við ekki bara svolítið hlutlausir í þessu þó, þetta er bara okkar skoðun. Já, sko. Við erum ekki að, og ég er mjög ósáttur með, sko, þessar 100 milljóna manns. Býtu, hvað er Jóhann að kvísla hana? Hvað? Hann er að spila. What's next? Ég ætlaði bara að spila þetta til einhver myndir og acknowledge þetta. Já, ég sko, fyrir mína parta, ég er ekki tónlistarmaður og náttúrulega bara, sko, já, ég veit að þetta er erfitt, en sko, með þetta atvinnufólk og með hvað er miklu möguleikar á tónlist, það sem er rís upp og það sem er í spilun og svona, þetta sökkar. Það kemur við fáum 2 vikur til að gera texta og lag og með AliExpress mækum og mér finnst það vera á par við sko, það sem atvinnufólki gerir sem ég veit ekki hvað annarkort eru þið frábærir eða allt sökkar. En strákar, alvöru tónlistar vill ekki enda upp í Eurovision keppni eða enda einhverju sveitaballi. Er það ekki? Nei, en sama, sko, þegar kemur líka að alvöru tónlistamönnum, þeir sem eru að fá Grammy og allt þetta dót, að það er það eins og þú segir, það er alvöru tónlistamæður vill ekki Grammy. Nei, hann vill vinna ekki Eurovision.
Nei, veist, þetta bara, það svo lítið sem kemur á óvart sko, textalega séð, tónlistalega séð það engin, minnst ég hafa heyrt allt saman áður. Þetta bara svo genatíst eða hvað segir maður? Þetta svona bara, þú veist, genatín. Eru takmarkanir á tónlist að það, sko, mér finnst ekkert vera nýtt lengur. Það ekkert sem grípur mig eða ekkert sem svona bara, heyrðu, ég hef aldrei heyrt neitt svona áður. Eða aldrei þetta sem grípur mig alveg. Það eru tónlistamenn sem að hugsa bara pening og gera svona bara aftur og aftur að sama sem virkar. Alltaf það sama sem virkar, sama formið. Þetta nákvæmlega sama umræða á mér. En svo eru menn eins og, þú veist, það er fullt af hljómsveitir sem að þið hafi ekki heyrt bara því að þeir eru ekki prodúsera því þeir eru að gera eitthvað alltaf öðruvísi. Það er nefnilega, því ég dett það er það sem ég elska við Spotify, öðru hvoru dett ég inn á eitthvað í Spotify-num sem kemur algjörlega óvart, eitthvað sem bjóst alls ekki við og bara til dæmis tónlist sem ég hlustaði á fyrir viku síðan sem var einhvern veginn sko, sem ég hef aldrei náttúrulega hugsað var að það er lag frá einhverju sem heita The Nordic Giants sem bara poppuð upp á Spotify algjör og það heitir Together og það er tónlist sami en sá sem syngur er Martin Luther King þeir taka ræðu frá Martin Luther King og nota það sem tónlist og og það gerði það verkum og þá vorum við að hugsa þegar kemur að textum að það er textar alltaf þetta sama eitthvað svona ég er ástfanginn og eitthvað hún er farin frá mér eða ég er í ástasorg eða eitthvað ég vil vera ríkur eða ég vil vera bling og eitthvað svona en það er svo mikið af sem hægt að tjá sig með orðum það er svo margt sem hægt að segja og eins og þarna þá kemur bestu ræður í heimi hafa svo margt annað að segja heldur en það var ekki Martin Luther King að segja eitthvað ég var hérna og fór á djammið og var hérna með $100 í drikk hérna handa eitthvað the bitches og eitthvað hose nei, það er svo margt sem hægt að segja hose, já bitches Þetta er góð punktur að gera ég myndi segja 8. áratugurinn þessum 70s þar var kannski svona besta textagerðin á sín tíma af því 60s var ennþá svolítið svona baby en það var rosalegt svona bara sumi textanir hana í sumi 70s lögunum eru svakaleg Já, ég er hjartalega saman með það þegar ég fer til baka í tónlistina á Spotify þá dett ég með á texta sem eru bara eitthvað wow, hvað er það að tala um? En ég okkur tók núna bætti við hérna hjólið eitthvað nýtt eitthvað sem hefur ekki verið gert áður Hvað segirðu Jóhann? Jóhann, fyrirgefðu Það er eitthvað sem ég lakka að segja það var hérna hljómsveitin Bread mjög þekkt 70s hljómsveit og það var lag sem hétt Aubrey og ég held að þetta væri bara svona ástarlag en mér fannst það alltaf svo rosalega sorglegt að hlusta það og ég hlustaði mjög ofta að sérstaklega eftir hérna þegar Amma dó hana 2010 svo þegar ég fyrir að spá í textanum þetta er ekki lag um einhverja kærustu sem hann saknar þetta er lag bar sem dó það er oft þegar maður las loksins sína í gegnum textan þetta er barnið hans, þetta er dóttir hans hann er bara stundum er þetta svolítið djúpt sko ég er ekki mikið fyrir að hlusta á texta ég veit ekki ákveð, ég þarf kannski að gera það er stór partur sko að gera það sko Já, ég er sko mér þykir mjög gaman að hlusta á texta sem ég skil ekki að hlusta á tónlist frá til dæmis japanska tónlist og það er af því að mér finnst oft textin sko þröngva mig til ákveðna túlkunar að ég get ekki sko þannig að en ef ég hlusta eitthvað sem ég skil ekki að þá getur það bara sko fallið að því skapi sem ég er í á þessum tíma Það er svolítið fyrir mig og hérna brasilíska tónlist Já, það er alveg rétt Það er stundum einhvern veginn ákveð frelsi að skilja ekki ég vil hlusta á söng mér finnst bara mannsaröddin dásanleg hljóðfæri en þegar hún syngur eitthvað sem sko það sama aftur og aftur eða er að koma eitthvað sem kemur bara er textin sökkar þá hérna já þá gerir það verkum að ég get það oft eyðilegur lagið fyrir mér sko sérstaklega sko catchy lög með sko texta sem er bara einmitt að fara á djammið eða eitthvað svona Nei, ekki að hlusta á þetta lengur en við ætlum að taka hérna pásu Jóhann, þegiðu við ætlum að taka upp að þannig að við komum eftir smá stund Pain of Salvation Yeah
Tomatósa. Þetta búið til texta sem kemur fólki óvart. Sinne. Sendi mig á Eurovision. Nýtt giftingalag. Giftum okkur. Tomatsósa, sinneb. Sendi mig á Eurovision. Giftum okkur. Siberia, the place to be. Dísjón gott með öllu. Já. Eða eins og allt hvað sunnanátt, suðvestanátt í élagangur. Nákvæmlega. Það verður gaman að syngja þetta. Þú ætlar að vera með í þessu, Jóhann. Ég ætla að gera það. Má ég mixa? Það væri Hvað stoppar tónlistina? Hvað veit aftur? Ok, byrja aftur. Ok. Þetta sökkar hjá þér, Jóhann. Já, því miður. Já, hann var að taka þetta upp, hann var að senda þér það sem hann ætlar að vera með. Ef þú ætlar að vera með hljóð, svona soundboard eins og við, þá þarf einhvern veginn að tengja það inn í tölvuna hérna og þá getur þið spilað beint til okkar. Ekki gegnum... Er þetta ekki gegnum síma henni eða eitthvað? Nei, þetta er gegnum tölvuna. Já, ok. Herru, við erum allan komin aftur. Já. Og ætlum að tækla ákvást, lögtir snögt. Hérna, já, ég hætti að þú varst með allir putarna á stíðanum. Já, ég skilji. Nú erum komnir og takla síðar hlutan í þettinum. Já, búin að skýta yfir söngvakeppni, söngvakeppnina 2018. Við höfum náðum sérst að mistakast að búa til nýjan afmælislag. Okkur mistókst actually að gera afmælislag. Já, nei, það gerði afmælislag. Já, en okkur mistókst að búa til staðgengil fyrir það. Já. Og svo drulluðum við yfir yfir bara tónlist, alla tónlist. Alla íslenska tónlist og alla nútíma tónlist. Já. Og einhvern veginn náðum að kenna, þú reyndir að kenna millennialsum þetta, var það ekki? En fyrst að þú ert að fara yfir í Generations, þá ætlum ég að taka eitt fram með það. Hvað eru krakkar nú dags orðnir? Latir? Já, ég veit núna strák sem að býr í sveit. Já. Og hann fer ekkert svaklega mikið út, hann hefur ekkert mikið áhuga að fara að hjálpa pappi sínum í traktornum eða að fara að gera eitthvað. Já. En svo bað hann að fá að downloada Farm Simulator í tölvunni sína. Ertu ekki að grínast? Svo hann geti verið að leika sér á sveitabæ, af því að vinur hans átti hennar leik. Jæks. Mér veist það. Já. Þetta eru 10-11 ára gamall strákur. Já. Þannig að já. Það er frábært. Þú stelpaði mig fyrir ekki út að leika við vinkonu sína. Það eru bara á Snapchat og... Hvað var fallin spýta? Það er svolítið klísukent. Fórum við ekki í saltabröð? Já, saltabröð fyrir ekki. Já, fórum við saltabröð. Saltabröð og... Ég myndi samt ekki vera að kenna krökkunum með þetta því að foreldrarnir eru alveg eins. Já, þetta er tæknin að kenna, tæknilega séð. Já. Þannig að við þurfum að finna Bill Gates og grafa upp Steve Jobs og bróka þá báða, eða ekki? Hengjaðu störu upp. Já. Hengjaðu upp einhverju ljóta byggingu og brókum arkitektunum leiðinni. Já, nákvæmlega. Hins vegar, Jóhann, þín skoðun á... Who can argue with that? Engin. Þú ert svo mikið fyrir eldflögur og svona, mikið af þessu hérna í Japan. Hvað fannst þér Elon Musk og það hann hafi sendt bíl út í geim? Býttu, senda hann bíl? Fylgist ekki með? Er ekki talað um þetta í Japan? Þú lest þetta vittlustinu í japanska daflaðin. Nú? Bill Gates? Nei, þetta er ekki Bill Gates. Elon Gates? Nei, hann heitir það ekki. Sagði ég ekki Elon Musk? Jú, hérna stendur það. Jú, hérna Elon Gates. Nei, Elon Musk. Ég næ ekki að lesa þetta alveg hérna. Ok, nú sé þetta hérna. Elon Musk sendir fíl út í game. Já, það er þess að þýðinga vildur hjá þeim. Ég meina stendur hérna fíl. Já. Ég veit ekki hvað... Hvað eru Japanir að Google translata beint íslenskar headlines yfir til á japansku í staðan fyrir og lesa fréttur á ensku? Það er góð hugmynd. Japansk Hérstetur Greenpeace hafa þegar hvað er þetta? FEMA? Já, hafa þegar mótmælt og sendið það fíl út í game. Það sendið fíl út í game, já. En hann... Ég segi nú bara, hvað gerði fílinn? Já.
myndan fílaði hann þetta? Oh my god, hvaða? Formlega versta útvarpsefni alla tíma var framleitt á þessari stundu. Who can argue with that? No one. Þetta ég tek hérna við verðlaunagripum hvenær sem takk ég hef pínu stoltur af þessu. Þú ert skæðrasta útvarpsstjarnan í heimi. Hvað er að gerast hérna? Út með ykkur! Nei, ég hef gaman að þessu. Þetta er uppáhaldið mitt. Þú er samt pönnmeistari, sko. Já, ég var lélegur í gær. Ég fattaði pönn í morgun sem ég geti sagt við því í gær. Ok. Þess að þú varst að binda rúslega mikið hnútum í gær. Já. Það gekk illa hjá þér. Mjög illa. Þá flétti ég hans upp hérna og ennska orðið not. Þannig að tekja orðinum knob, null og knuckle. Ok. Það er ekkert skipt orðinu knowledge. Það er margir sem að fara í því. Hnútur á þýsku er knottinu. Hnútur á hollensku er knut. Á sænsku er það á sænsku er það knut. Hollensku er það knott og spansku er það njut. Og ég farið eitthvað vitlaust með þetta, en svo fattaði ég það, þú að spura mig eitthvað, ég sagði, ég veit það ekki. Ég ætla að segja, I did not know that. Og mér leiði svo illa að hafa ekki getið sagt það við í gær. Ég ætla að fara alveg bara á, ég skil ekki neitt. Þetta var hægt að býða moment. Hvernig við ekki frækt fólk stjörnur? Jú. En ef fræ belja, myndi það ekki vera halastjörna? What? Býtu, nei, hvað gerðist? Nei. Nei. Og nú líður mér vel með að ruggla öllu saman, það er ekki eftir. Já, ok, þetta er... Takk, Jóhann. Jóhann. Já. Af hverju púar fólk ekki lengur frá... Það fyrir bara hendi svona vælar á Facebook. Það er rétt, það er Facebook og Twitter, af því að það er... Ég var að fylgjast með þessu, ég verði að fara aftur tilbaka. Já. Það er allir... Veistu af hverju fólk búar ekki lengur? Nei, ég veit það ekki. Það er ekki hollt að reykja. Þetta er ekki einu svona rétt, Jóhann. Sko, það finnst öllum þetta svo frábært og þetta er eitthvað meðvirkni í til dæmis áhörundasal. Þú veist, það var samúðar klapp auðvitað með fyrsta laginu í gær, af því að mækarnir virkuðu ekki. Þannig að stóðu allir upp og klöppuðu og fögnuðu miklu meira, skilur við. Já. Og þetta er náttúrulega, þetta er kannski dásanlegt samfélag sem við búum í það, sem allir eru bara eitthvað, yey, frábært, en þetta var ekkert svona. Fólk var bara, ef þú sérstaklega með þessu, það kannski lifir ennþá ögn af þessu á stand-up. Þarftu ekki tvo til þess? Þarftu ekki tvo til þess að garðúða fyrir samúður? Samúðun, það var úða saman og tveir úða saman. Shit. Ég skil hann. Vel gert, Jón. Já. Þetta var enda mjög góð. Já, ok. En það sem, það lifir ennþá eitthvað af þessu í stand-upinu. Já. Það er segast, ef þú ferð á open mic, eða ekki myndi svona open mic night í stand-upi, þá getur þú verið ennþá púðar. En ég held að það sé svona eini staðurinn. Það er líka rosalega vanlega fólk sem fer á uppistand. Það er vanalega miklu opnara fyrir alls konar, en það er líka dómharðara. Já, ég held það. En þetta er alveg horfið til með svo tónlistarbransanum og svona. Já. Það er allt svo frábært. Það er allt glimmer og kampaðin. Já, en ég held að samið hafi náðu að greina það, því að fólk fær út á svona, það er kannski að klappa, en svo er það að tekur upp símón eitthvað. Lélugustu tónleikar. Ógeðslegustu tónleikar sem ég farið á. Þetta er líka eins og það verður að sína krökkum að það banna að draga niður og eineltið slæmt og sliðis. Það verður að gera það með því að banna að púa og banna að benda á slæmi hlutir. Já. Nema fyrir. Not only was it authentic frontier gibberish. Því hvernig á hann að geta komið gegnum skjáinu, veist, að þú bara... Já. Ég veist það. Ég heyrði þetta kenningu daginn að þetta fólk sem getur ekki lengur lagt fólk í einelti er núna að þrífast á það að finna fólk sem er að lenda í vandræðum og leggja það í einelti með því að þykjast vera svona shaming them. En það eru raun bara að taka þátt í að þeim langar að bulja. En núna fælaður sig á baku svona shame
svona campaign. Já. Þannig að það er hið raunverulega nútíma bullying. Já. Já, er þetta ekki mest allt bara, er þetta ekki alltaf á netinu samt, mest allt? Jú, það er náttúrulega, það er til dæmis eins og hérna, gaurarnir sem, einhver gaur sem skaut eitthvað ljón og þarna í Afríku fyrir alveg rétt. Að hann var alveg tekinn af líði á samfélagsmiðlum. Já, svo, það var gert við Söru Palin á tímabili þegar hún var í, hérna, var að fórseta fram að því hún skýtur dýr og eitthvað. Já, veiðmaður. Já, þannig að það má það er ennþá alveg það er hægt að gaggrina og svona ennþá, en það er bara ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta. Sko, ég held að er það fólk það bara að læra að taka gaggrinni. Er það ekki viðkvæmasta fólki sem að, þú veist, er mest ábyrjandi í þessu? Ég meina, ef eitthvað gaggrinni ykkur hvað... Það hlýtur að vera saman. Hæ? Ef það er kvæmt, þá hlýtur að vera við saman, við kvæmt, það ekki? Þetta meikar ekki sens, Jón. Ég fatt ekki þennan. Þessi er á djúpið fyrir mig, sko, ég get ekki skipt þennan. Vá. Þú voru að finna hérna, sko, Jón, þetta er alveg það súrt að þetta getur næstuði verið svona austurlensk speki, það er bara að slá í gong þegar þú segir eitthvað. Herra, við skulum pröfa það næst. Ok. This is cancer. You need to stop everything. Heyrðu það? Nei, hann heyrir ekki. Nei, hann heyrir ekki neitt. Herðu, en hvað? Ég heyrir ekki neitt. Eru við, var eitthvað sem við áttum eftir að greina í þettum? Er þetta bara komið? Sko, ég held við séum bara að hérna, ég held við séum, það liggur ekkert sérlega vel á okkur einlega. Jú, nei, ég segi svona. Ég er mjög þreyttur þetta er helgina, sko. Við glemdum að tala um afmæli. Já, en ég hins að ég verði að fá að henda inn einu á hann og ferði það. Til hamingju með daginn, konur. Er konudagurinn í dag? Já. Konudagurinn. Bjarni, ertu að klúra þetta skýta upp á bæk? My name is Jeff. Já, ég er að skýta. Hún reyndar í Reykjavík. Hún hefur ekki komið síðan. En að þú hefur bulletproof afsökun. Já. Þú er bílaus í Borgarnesi. Já. Ég samti ljóð fyrir mína og sendi. Ok. Já, þannig að ég hef enga afsökun kannski. Þín er í Bandaríkjum, mín er bara Reykjavík. Ég sendi samt hérna. Ég sendi við grein sem útskýrði konudaginn á ensku og svo sendi ég inn í ljóð. Og þú skildi konudaginn eftir í bænum bara? Já, ég gerði það. Fórst heim með strákarnu eftir djamn niður í bæ? Já, ég kraftgekk hérna frá Hlölla niður í bæ. Ég fekk mér ekki Hlölla, ég labbaði framjá. En ég hörði að kraftganga í slabbinu og snjónum. Alveg upp á hérna Big Lebowski, þar sem að þeir voru að dansa og tjúta og gefa fólki svona súkkulaði peninga. Já, The Blooms. Já, við vorum klættir upp sem sjóræningjar og Jónur var með haug af súkkulaði peningum og reyndi að borga fyrir alla drikki með The Blooms. Með gullhúðum súkkulaði. Það var mjög gaman, hann kom hérna, það var gaman að sjá hann fara á bærun eitthvað. Ahoy, ye landlubbers! Þetta var ótrúlega gaman. Og Jói, hann sýndi mikla þólu með. Já. Hann var að keyra og ég held að hann ætlaði að fara að snemma heim, held ég. Hvað, voru komin klokkan 4? Já. Svona. Þetta var gaman. Það vantaði bara þig sami í búninginu þínu, þú var ekki mikla aðtekli. Já, þetta var mjög. Þetta var geggjað. En þetta, já, við viljum þakka sérstaklega honum Jóhannes fyrir að vera þarna, fyrir eiginlega að redda kvöldinu fyrir okkur. Það var ekki annað hægt. Við hann kannski átt að kaupa söpbið. Ég öskraði á manni hérna á N1. Ég var að segja ykkur frá því. Við löpum inn á N1. Geiri satt reyndar út í bílinn. Ég og Jón fórum hann og beint í Subway-borðið og það var einhver maður að hakka í sig, eða strákur að háma í sig úr nammibarnum. Og ég horfi bara á hann, labba hérna Subway, stend og horfi bara ennþá á hann þar sem hann er að dæla upp í sín nammi. Og ég öskra á hann: "Það er hægt að stela úr nammibarnum!" Öryggisvörður lítur á mig og hleypur til mín og svo labbar þessi strákur bara hægt og rólega að Subway þar sem að vinir hans voru og settist niður bara með fulla kjálka af nammi. Já. Og öryggisvörður náttúrulega henda mér út, sko. Hann held að ég var með leiðindi. Nú, og varst þú ekki bara, hey, fellow öryggisvörður hérna? Jú, auðvitað. Já. Ég er bara, þú veist, Bjarni Blúblödd. Ég er að passa rýrniruna, sko. Ég þóla ekki svona fólk. Það var ógeðslega dónalegt og líka með puttan onni í nammibarnum. Svo sagði hann, ég vann hérna, ég má gera það. Ég vann hérna áður. Þannig að hvað ætli hann sé búin að geta nammi fyrir mikið pening? Ég veit það ekki. Það er reyndar, ég verð aðeins að lækka í þessu. Jó, af því að Jóhann heyrir ekki í okkur meðan þetta er í gangi. Já, ok. Þannig að Jóhann, áður við hættum, þú búið áhugavert. Ha? Ég ætlaði að fara að segja eitthvað, þetta detti ég alltaf út. Nú. Er það?
Ég hef gott að segja, en þegar ég dett út, þá hef ég ekkert að segja. Þú ætlar að taka upp Gongið. Hann komið gongið. En hérna, Jóhann, þú ætlar að taka upp hérna lag. En þú dettur út eftir smá þegar ég spila outro músíkina. Ef ég tek upp lagið, Nei, þá held ég á því. Ef ég missi það, þá dettur það. Ok, við töfum ekkert á því þú ég gerir þetta. Ok. Gott að fá svona speki frá Austurlöndum fjær. Já. Við þurfum að hérna okkar mann tilbúin með spekina. Já. En þetta alltaf gaman þó maður sé svona dasar eftir. Þetta búið að vera mjög langt. Löng Já, sem þetta voru ekki að spila tölvuleiki fram að nótt, þannig að Já, varum að spila tölvuleiki. Vá, þetta er erfitt líf, Ótrúlega erfitt. Náttúrulega Bjarni var bara að drepa Jónar, sjáum við um liði. Já, ég er ekki góður í Call of Duty á hérna PlayStation 4. Mjög lélugur. Já, þetta er vesenlis fólki í þriðja heiminum. Það skilur ekki hversu erfitt það er að vera Íslendingur og eiga frítíma hérna helgar og þurfa að drekka og spila tölvuleiki. Það verður svo erfitt sko. Vesenlis við. Svo komum við í podcasti og kvörtum lífið og krakkana sem að Ég veit að ég er að spila bakgrunnstónlistina sko. Ef við ekki þakka Jóhanni bara Þakkum Jóhanni kærlega fyrir Jóhann. Já. Er einhver loka orð frá Japan? Loka speki? Loka orð? I'm gagging my face off. Halló? Hæ. Veistu hvað gerðist? Við erum að bíða eftir loka orðunum. Frá mér eða frá Gördumanna sem sagði oh my god þegar hann leit upp hana 1945 í Hiroshima. Já, eða það. Það voru sannarlega lokaorð. Já. Var hann að tala ensku þarna eitthvað? Hvað hefði hann sagt? Hvað hefði maðurinn sagt? Hann var túristi. Já, var hann túristi og sagði eitthvað? Oh my god. Vondur staður á mjög röngum tíma. Herri, við segjum það í bili. Takk hérlega fyrir í dag. Vonaði hafi haft gaman af þó að Ferðið í átróðið. Já. Jóhann, ég hef aldrei hægt Jóhann bulla ég mikið sko. Jóhann, segðu eitthvað gáðulegt. Segðu eitthvað gáðulegt. Gong. Það heyrist. Ég veist villir segja. Gong.